Svona. Það velkomin aftur. Vika 8 hefjast. Það verið meira en hálfnuð. Við erum að vera búin. Við erum búin með svona, hvað við segja. Við erum að verða búin með svona það þingsta í kursinu. Áður við færum okkur aftur yfir í clientinn, sem sagt, og fyrir að tala JavaScript og eitthvað svona hluti. En við eigum pínlítið eftir. Þar á meðal strengjavinnslu, villumeðhöndlun og annað sem við hefum ekki skoðað hingað til. En áður við gerum það, þá náðum við ekki alveg að klára hennar kafla það ekki í síðustu viku. Ekki rétt hjá mér. Og ég veit það skil hjá okkur á miðvikudaginn. Þannig að ég gerir ráð fyrir þessu öll búin. Hver er búin með verkefni? What? Þetta er búið að vera í birtingu viku. Það er ekki að virka að vera með í 10 daga. Segð það nú ekki. Það er dæmatími hjá okkur á morgun. Þannig að reyna að vera vel undirbúin fyrir dæmatíma. Það verður svolítið overflow á morgun, getið trúað. En það er alveg classic að það er allir að byrja í dag á þessu verkefni og það verður alveg svona chaotic, en reyndar eru við búin að strúktúra vel dæmatímana. Ja, við erum að vinna í því allavega, reyna að hafa svona meiri kennsla heldur en bara labba milli borða því ég held að þið græðu ekkert á því. Svo svipa ég gerði í annað gagnaskipan, reyna svona, þau eru líka náttúrulega færri náttúrulega í hverja stofu, ekki 150 manns eða eitthvað. Það ætti ekki að vera mikið mál, en það sem við ætlum að skoða í dag mun gagnast ykkur í þessu verkefni og við endum hér og ég enda að tala við okkur ok, við getum gert þetta á tvenna vegu. Það er svona, þetta reyndar, þetta gerir þetta á þrenna eða fleiri vegu, en svona, í kjarnanum þetta, ertu með annarkvort gagnagrunn tilbúin, eða þú vilt kannski búa til gagnagrunn frá kóða. Þannig við tölum database first eða code first. Og okkur tókst, og það gafst nokkuð tíma til þess að fara yfir bæði. Ég byrjaði að skoða code first og database first og ég held að það hefnast bara mjög vel. Það sem ætlum að tala núna er svolítið kannski hvernig við vinnum svo með þetta kontekst. Þegar við erum búin að tala link og lambda og svo framvegis og þetta er ekki alveg nákvæmlega eins og þau voru að gera náttúrulega í lab 4 þar sem við vorum með statískan list af nemyndum, þannig að rýbúin var með nemyndalistan í minni og þannig að en núna kunnið þið núna vitið þið hvað link er, veist, þessi hérna syntax sem gera það verkum að þið hafið betri skilning á því hvað er að gera í þessum rýbúi og sko ég held sem bara best að skoða hérna, það er lausn sem ég er með hérna, það er ekki þetta sem ég ætla að skoða. Við gerðum ekki hérna okkar eigin útfærslu hérna nemyndadótinu hérna, það sjá. Models. Ekki segja mér, ég kom ekki með lausnina til mín. Ég var með þetta á USB-kuppin nefnilega síðast. Ok. Þá þurfum við að improvisa. Sjá, þetta hér. Þarna minnaði mjóður. Ég ætla að helst að koma að sjá því að kóða í dag, svolítið, vera eitthvað með svona tilbúin dæmi. Hérna er þetta. Ok, segjum við séum að skoða hérna, skulum bara byrja frá byrjun og við vorum kannski búin að útfæra hérna code first leiðina, það ekki? Þessi hér, það er default breytið okkar og eins og sagði við ykkur, við ætlum að sækja hérna, við skoðum rýbúið okkar og það var inn í Models-möppuna og News Repository og ég sýndi ykkur þetta, við búum bara til tilvik á svo kallan kontekst sem við erum að vinna með og svo búum við til þar aðgerðir sem við þurfum að því að halda til þess að geta útfært þær kröfur sem eru í verkefninu og það er að lista fréttirnar okkar, það ekki? Svo þurfum við að breyta ákveðna frétt og þurfum að búa til nýja frétt. Þetta var svona meira að minna, ég held að þau þurftu ekki að útfæra delete, eða þannig. Nei. Ok, og hérna er aðgerðin, þetta er mjög frekar einföld aðgerð, hérna er að nota lambda og við erum að segja hérna, herðu, fyrir hvert stak og þetta S má vera bara einhver breyta, í db.news, af hverju db.news? Af því að news-kontextin okkar, þá bjökum við til hérna eitt dataset sem var news, sem verður bara með eina töflu. Þannig gerðum við þetta. Þá skaltu sækja hérna einhverja frétt, en hérna er svona viðbót, hérna er verið að raða fréttunum og ég sýndi ykkur þetta minni mig, að við getum verið með svona order by keyword og við getum raða hérna eftir date created, þetta er hérna property í stakri frétt, ekki satt, fyrst að þetta er í boði. Hér. Og raða eftir dagsetningu, descending, hættilega það ekki, þá er nýjasta fréttin efst, get ég ráð fyrir það ekki, þetta ekki passa. Og svo er hérna svolítið skemmtilegt lykilorð hérna, take 10. Skulum breyta þessu hér aðeins.
við viljum náttúrulega ekki vera með, það kannski ekki alveg rétt útfærsla hérna, við viljum ekki vera með einhverja svona filteringu hérna, við viljum bara sækja alla þessar fréttir, ekki satt. Við getum jafnvel gert bara svona, við erum með aðgerð sem skila bara fréttunum og við gerum svo einhverja svona auka vinnslu á framvinda. Þannig að þá erum við bara með generíska aðgerð sem skila fréttunum okkar, ekki neinni sérstakri röð, ekki bara 10 fréttir, heldur bara við fáum fréttunar okkar og við getum svo bara hér sagt, herðu, hérna skal ég ég ætla hérna að kalla á Get All News eða ekki, eins og krafa var í verkefninu. Svo getum við nota lambda og sagt hérna Order by Descending, svona, það var ein leið. Svo getum við sagt hérna, hvað vantar núna? Order by Descending og hún vil fá hérna lambda expression og segja, ok, ég ætla að raða eftir, ég ætla að raða eftir hérna, þið ekki lambda náttúrulega, þeir created svona, ekki? Og svo getum við sagt, hvað var grafan í verkefnu? Birta 10 fréttir eða ekki? Þannig að við munum tjekka á því að þið séu ekki að fara ekki inn á forlíkjuna bara 10 sinnum, ekki? Það verður frekar léleg útfærsla, ekki? Við fá ekki rétt fyrir það. Ég vil að góðan ykkar skili bara 10 fréttir, við sækjum bara 10 fréttir. Segjum þetta dæmis að gagnagrunnurinn okkar væri með 10.000 frétta eða eitthvað. Það er náttúrulega frekar óskilvirkt að sækja allar þessar 10.000 fréttir og fara í gegnum þær í einhverju lúpu og stoppa svo bara þegar góðan með 10 fréttir. En það er til aðgerð sem heitir take, þá sækjum við bara 10 fréttir. Svo, reyna kannski svona að fara svolítið yfir þetta, já. Svo kemur að þessari staka birtingu, ekki? Að birta stakri frétt og það sem edit aðgerðin gerir svolítið, ekki satt, er svolítið að birta stök frétt, það er ekki rétt hjá mér. Við förum hérna við gerum hérna kóða bara og þetta er bara lausnin af verkefninu, en ég ætla ekki að fá enga kóða þannig að, en sumt að þessu eigi vera búin að stúdera náttúrulega, þetta var gert í lab 4 að búa til frétt, að búa til nemenda ekki, var ekki nemenda, það var rétt, það var ekki frétt. Búa til nemenda og breyta nemenda, þannig að þetta er í sjálfu sér nákvæmlega það sama. Hérna erum við einhverja fréttir, ég er náttúrulega bara með, það eru bara 4 fréttir hérna, það er ekki 10 fréttir, en þið geti, eins og nefndi var að tala á Facebook, því megi bara stela fréttum af vefnum og paste þeim inn, þetta er ekki mikið mál. Og ef ég smelli hérna á hann titil, þá var hluta af verkefninu ykkar að skoða staka birtingu en í edit mode, ekki satt. Og þeir eru búin að skoða hvernig við getum gert svona edit form og annað. En það sem við þurfum að gera hér, við þurfum að fara út í grunninn okkar, ekki satt, að því að ég svolítið að tala um þetta kontekst, við þurfum að fara á hann í grunninn og sækja eina frétt. Og ég talaði við okkur þegar við bjögum til þetta módel, allavega í code first aðferðinni eins og nefnandi spurði, þá mun entity frameworkið skynja það sjálfkrafa, það er ID-dálkur, það er heiltala, þetta hlýtur að vera hérna primary key. Og þá býrum til primary key töfluna fyrir okkur á þetta eigindi og lætur það vera svona svo kallað identity property á það, þannig að talan mun sjá, frameworkið mun sjá að hækka þessari tölu sjálfkrafa, skiljiði. Það ekki sé hvernig primary key virka. Það er svona einkvæmt aukinni, það er 1, 2, fyrsta færslan fyrir 1 og svo 2, svo 3, svo 4, svo 5 og svo framvegis og það er ekki endilega að vera heiltala, getur verið eitthvað annað. En það er eitthvað sem er einkvæmt. Þannig við þurfum ekki að áhyggjur á því, þegar við erum að búa til nýja frétt, að setja réttu tölu í ID, skiljiði. Eins og við vorum að gera með stúdentana, það var eitthvað svona hacks eða ekki. Ég taldi hversu margar nemendur voru í þessum lista og setti ID á næsta nemenda það pluss 1, skiljiði. Þar af leiðandi vorum við alltaf með hæstu töluna, hæsta ID. Við þurfum ekki að vera með neitt svoleiðis hér, en ef við skoðum hérna home controllerinn okkar, ekki hér, skulum bara loka þessu hér, hér og getum bara skemmtilega að steppa þessi gegnum þetta og þetta er það sem þið þurft að gera ekki í dæmatímaverkefninu ykkar, ekki rétt hjá mér. Segjum við ætlum að skoða hérna stakabirtingu, smellum að þessa frétt hér og við förum inn í þessa aðgerð, við erum með nullable int. Af hverju vorum við nullable? Jú, af því að ef urli sem biður hérna, sjáðu, hérna niðri, skoða hér, það er edit _1, ef þessi ás fylgir ekki, þá er þetta null. En það sem þetta eru base eigin, þetta eru svona standardtípurnar, heiltala má ekki vera null, skilji, þetta er ekki reference type. Þetta er
þetta ekki bendir sem að, maður hugsa þannig að með því að gera þetta svona nullable með spurningum ekki fyrir framann, þá erum við að leyfa slíku. Ok, og hérna ás, þannig að við segjum ef það ás til staðar, ekkert mál. Svo gerum við .value til að fá actual gildi á því, þannig að 1. Og svo búum við til aðgerð sem heitir í repo-nu okkar sem heitir get news by ID. Og við förum þar inn og þetta bara enn og aftur lambda. Og hvað erum við að gera hér? Þið ætti að þekkja þetta hér, ekki satt. Við förum í gennum listan af fréttum og sækjum hérna það sem ID á listanum það sama á ID sem ég að biðja um. Þannig biðjum frétt nummer 1, ég vil fá þessari frétt til mig. Svo bókin að tala þetta hér. Það fengt sem í boði hjá okkur. Þá skulum færa ykkur hingað yfir. Þegar við erum að vinna með lista, þá viljum við kannski stoppa ákveðnu skilyrði. Og það sem svona, að fyrsta að nota svo kallaða first, og þetta nákvæmlega svona. Svipað við erum hér, þetta bara punktu first. Hvað gerir það? Það sækir fyrsta fæslan í þessu safni sem uppfyllir ákveðnu skilyrði. Í okkar tilfelli það ID-ið, en það getur verið hvað sem við getum sagt það sem strengur sama sem eitthvað, eða strengur byrjar á einhverju, eða primary key stærra en 100, eða bara whatever, eða eitthvað sem var stofnað í gær og áfram, skiljiði. Og þetta í sjálfu sem mjög lítið notað, því það ekki endilega hentugt að vera með eitthvað sem skila first. Ef svo vill vera að við förum í gegnum einhvern lista og við notum first, en það engin færsla sem uppfyllir ákveðnu skilyrði sem við höfum sett, þá kastar þessi aðgerð villu. Og það eitthvað sem við viljum helst komast hjá því að vera með einhverja aðgerð sem geta mögulega kastað villu, af því þá þurfum við að fara að meðhöndla þessa villur. Og við höfum ekki tala um það ennþá. Eru dottin út eða? Nei. Þannig að, ok, þá til önnur aðgerð sem heitir first or default. Og hvað gerir sú aðgerð? Hún segir bara, ok, ég ætla að fara í gegnum þennan lista, alveg eins og first, ef ekkert stak finnst, sem við værum að byrja hérna værum við að biðja um ID 300. Ég veit, það eru 4 stökki í þessum lista, eða í þessari töflu. Það engin frétt með ID 300. Ef ég hafi notað first, þá hafði þess aðgerð kastað villu. En ég segi first og default, hvað gerist þá? Þá fæ ég 0 tilbaka. Ef þetta reference type, ef þetta heiltala, þá fengi ég 0. Ef þetta eitthvað annað en reference type, þá fengi ég default gildi tilbaka. Eins og það stendur hér. En við erum yfirleitt að vinna með svona reference typur, eða ekki? Með einhverja klasa eða strengi og við vitum það eru strengir. Reference type og svoleiðis. Þá myndi það skila sem sagt 0 í staðinn. Sem náttúrulega miklu sniður að það ekki. Því segjum hérna, ég get svo bara spurt hérna, ef þetta ekki saman sem 0, þá fékk ég eitthvað tilbaka, það ekki. Annars ef ég fekk 0, þá fór eitthvað skeiðs eða ég fann enga færslu. Svo eitthvað sem heitir single. Og þetta mjög svipað á first, nema first finnur bara fyrsta færsla sem uppfyllir ákveðnu skilyrði og þá skiptir röðunum á gögnunum máli eða ekki. Hún fer bara gennum listan og finnur bara það fyrsta. En single segir bara, herðu, það gerir ráð fyrir því að sé bara í mesta lagi ein færsla sem uppfyllir ákveðnu skilyrði. Þess vegna heitir þetta single. Þannig að þetta meira og minna notað með einhverjum aukinni eða eitthvað ID eða eitthvað dálku sem við vitum að það unique. Þetta myndi ekki virka með einhverja dagsetningu. Ef listin skilar fleiri en eina færslu sem uppfyllir ákveðnu skilyrði, þá mun þetta kasta villu. Það verðum að passa ykkur á því. Hins vegar ef ekkert finnst, alveg eins og first, þá fáum við villu tilbaka líka. Og þá til önnur aðgerð sem kemur í veg fyrir að við fáum villu ef ekkert finnst. Og það single or default. Og þetta mjög mikið notað. Sérstaklega erum við að sækja einhverja staka birtingu af einhverju. Og það yfirleitt sótt eftir ákveðnum ID eða ekki. Og það yfirleitt primary key sem stýrir því hvað við erum að fá. Eins og fréttalista, við ætlum að sækja þessari frétt, deilt ekki frétt. Og hún hefur eitthvað einhverjum aukinni og það ID-ið og við sækjum eftir því ID-ið og við segjum first or default. Hvað gerist? Ef við setjum 300, þá segir hún bara ég fer ekki inn á listan, ég finn ekkert, hún skila 0. Kastar ekki villu. Það nákvæmlega sama og þessi aðgerð að gera hér. Hún segir bara single or default. Við förum skoðum þetta. Hún gerum þessa skipun og við fengum ekki 0, sjáðu þið. Við fengum greinilega tilvik á einhverjum klasa hérna. Og ég spyr hérna, sjáu þið. Þegar ég kem tilbaka í mitt aksjón og spyr ég, þetta eintak 0? Ef þetta eintak 0, þá veit ég eitthvað fór úr skeiðs eða ekki. Þá skila ég not found. Annars, ég reyndar hérna að gera þetta aðeins öðruvísi, aðeins meira fancy, ég með svo kallega hérna view model. Þannig ég sendi aldrei news item klassan að frammynda, heldur ég bjóði til annan klassa, sem svona, sem hérna, að því að
ég vil ekki vera að blanda þessu saman. Hinn news item klassi sem ég með, hann sér að hann speglar svolítið töfluna í mínum gagnagrunni og ég talaði aðeins view model eða ekki í 5. kafla. Ég var að segja við ykkur stundu þurfum að senda auka gögn með eða ekki niður á framöndan. Og þá kannski hendar ekki okkur að vera að populata þennan gaur með eitthvað aukalega því að allt sem við setjum hér aukalega í code first eða ekki verður til í töflunum minni, ekki satt? Þegar við keyrum þetta í fyrsta skipti allavega. Og við viljum það ekki, þannig ég bjóð bara til annan klassa sem heitir bara news view model og við tölum þetta view model hugtak. Og hér aukadót, sjáðu, hérna list af kategórium, sjáðu þetta. Og þetta leiðin til þess að búa til drop-down lista, ekki satt? Munið þið? Ég kenndi ykkur að búa til drop-down lista svona, munið eftir því? Engin mann það greinilega. Það allt í lagi. Við skulum skoða hérna review upp, ég með þetta skrifa hérna einhvers staðar. Svona. Ég var að sýna ykkur man ekki hvaða kafla það var, ég ekki alveg með svona gott minni, að leiðin til þess að búa til drop-down lista með HTML helper sem hét drop-down list for. Þá getum við sent inn tilbúin drop-down lista hérna inn og hann var búinn til með þessum hérna hætti. Búinn til lista af svo kallað select list item og þetta innbyggður hlutur í .NET. Og þetta bara key value, þetta textin á drop-downinu, á hverja færslu og gildi á því. Og ég býtir slíkt, hér ég bara að nota viewbag til að senda á framöndan, en ég vil ekki nota viewbag, en þess að viewbag dynamist object eða ekki. Það býður upp á einhverja villur. Ég vil gera allt type safe. Það aðalástæða fyrir því að ég bjóð til nýjan klassa, þannig hvert tilvik sem ég senda framöndan hefur bara sinn eigin lista kategóri. Og svo var ég ennþá sniðari og í hvert skipti sem tilvik búið til, þá setjum ég alla kategóriunar í konstruktorinn. Þannig að þegar tilvik búið til, þá segjum við uppsetja dagsetninguna því að þegar frétt búin til, þá það bara núna. Þannig ég gera það bara í konstruktor og fylli í eina kategórilista. Ég ætla ekki að fara neitt nánar út í þessari útfærslu, það þarf ekki að gera þetta svona. Þetta bara í leið sem ég ákvað að vera, þannig að þetta bara ákveðin hint fyrir ykkur bara að sjá þessa útfærslu, það fá bara kannski hugmyndir eða eitthvað, en ekki láta þetta flækja fyrir ykkur. Þið gæti jafnvel skila bara þessu hérna tilviki, módelið sem fengur tilbaka, þetta tilvik af, sjáu þið hérna, lengst til hægri, að news item, sendi ég bara fram þetta og nota sömuleiðis bara viewbag til að útfæra þessa kröfu að vera með drop-down lista. Það verður bara einföld okkur lífið. Ég vildi gera þetta svona og ef ég man rétt, þá líka krafa í verkefninu að validata og ég að gera það í view-modellunum mínu, það ekki. Þið megi alveg vera með þetta hérna hinum megin, sko. Hér. Og hérna mér bara smá validation og einhver skilabóð. En ok, allt í lagi. Og ég skila því bara yfir að framönda. Svona. Og ég get breytt hérna. Hverja frétt. Og ég get bara ekki krafa að vera með titil. Ég veit að save. Ég get bara title is required. Svona viljum við sjá þetta. Ok, aftur í listan. Erum einhverja spurningar svo far? Ég að gera tvennt núna, ég svolítið að fara yfir námsefnið í einhver ákveðnu samhengi, þannig að það make sense fyrir ykkur og vonandi skilja það betur. Og þá meina ég með hvernig project 3 að vera. Hvað gerir þess að setja ekki titil? Sko, nefnum að spila hvernig ég fæ hennar rauðakassa. Við tölum aðeins þetta þegar við vorum að fjalla validation. Ég skal taka snöggu upplifun á það núna, þannig að þið fáið kannski aðeins að skoða þetta. En það sem við erum að nota til þess að meðhandla, til þess að validata, til þess að samræma, hvernig segir maður, ekki? Já, samræma, að nota þetta hér. Ég tek bara við í postaðgerinu minni, hérna getaðgerð og hún keyrð þegar ég bið staka fréttabirtingu. Svona, hún keyrir. Þegar ég posta þessu, ít á save, þá mun þessi hérna aðgerð gera, sem postútgáfan af henni, sem hér, sem tekur við fyrirspurninni. Ég hérna segist taka við módelin og þetta ákveðin leið til að taka við gögnum. Þetta módel hefur property sem matcha heitin af gildunum að framvinda. Þar að leiðandi mun frameworkið sjá að fylla í S-i fyrir mig, það ekki, það kemur til mín. Þannig að því ég víti á svona, skoða S-i, það búið að setja gildin sem voru á framvindan og við skoðum það, ég ætla ekki að fara yfir það aftur núna. En það sem ég segi svo, ég að nota data annotation validation á þessu tilviki hérna og við
Ég sýndi ykkur hvernig við getum búið til server-side validation, ekki? Sem gert ekki í vafranum, ekki á klientum, heldur hjá okkur. Og það var gert með þessari hérna aðferð, með að nota svo kallað attribute. Og attribute required, ef við setjum required hérna, þá sér bara frameworki slatta fyrir mig. Og hann sér þess að hérna segir bara, þetta bara skilyrt, þannig ef ekkert í þessum streng, þá mun frameworki segja bara, hér, þegar ég spyr, model state valid, það false. Og ef við skoðum hérna, þá það false. Þetta allt gert á bak við tjöldin. Svo tala ég líka einnig það að ef þetta á að virka, þá þarf viewið okkar að innihalda ákveðna hluti, eða ekki? Og ef við skoðum hérna home og við erum með news form, ekki? Ég með svona partial form, þegar ég á edit sjáu þið, þá rendar ég partial og ég býti nýtt, þá nota ég partial. Ég langar helst að sjá þetta svona í ykkar verkefni. En það nokkra línur sem eru svona. Sjáu þið, ég nota hérna label for og það reynið að ignora HTML í hérna svolítið, því það bara eitthvað sem default, sem Studio býr til fyrir mig. Það sem skiptir okkur máli hérna að segja hérna, ég ætla að vera með label fyrir titilinn og hér nota ég lambda til þess að veiða upp titilinn, núna veit ég hvað lambda Svo segi ég ætla að nota editor for fyrir titilinn og hvað gerir editor for? Hann sér að velja besta input type sem hendar þessu hérna property. Og ef þetta strengur, þá mun hann búa til input type streng. Ég get líka ekki að setja hérna bara ákveða sjálfur og setja bara text boxed for. Þá býr hún til input type text. Og ég nota lambda til að segja fyrir þennan hérna dúta. Og HTML helper sér að búa til ID og name property á þetta og svo framvegis. Og svo segi ég hérna fyrir neðan, þú skalt birta validation skilabúðin beint fyrir neðan. Og þá kem ég á spurningunni þinni, hvernig fæ ég þessu skilabúð beint fyrir neðan inputið og það ger ég svona. Þetta gerir svo framalega sem ég nota data annotation validation. Og ég held að þessi lína þurfi ekki að vera og þetta þarf að vera, af því ég þarf að senda ID á framvinda, við skoðum þetta, rækilega vel minni mig. That's about it. Og þetta líka, jQuery val. Nei, þetta fyrir client-side, auðvitað. Þið ekkert að spá í því. Þannig að það mjög mikið sem gert fyrir okkur. Og ok, þannig að þetta ekki valid, þannig ég segi bara burt með þig. En við skulum ekki láta þetta vera svona, við ætlum að setja eitthvað test, við ætlum að uppfæra annan titil. Hvað gerir ég svo? Meðan að ég sendi eitthvað annað tilvikin, þetta view model, þá þarf ég að búa til nýtt actual tilvik, sjá því. Þess að kannski óþarfi, en ég bý til tilvik á réttri frétt, móka öllu yfir. Og það sem skiptir máli hérna, burt sér frá því hvernig við gerum það, að ég kalla á update news í rebónum mínum. Og við erum búin að skoða hérna get all, get by ID erum búin að skoða, við ætlum ekki að skoða við ætlum að skoða update. Og sem update gerir að það kallar á þessa hérna aðgjöf fyrir ofan, sjáðu þið. Þetta svolítið svona, ég endurnýta kóðan, segir hérna sóttu frétt með þetta ID. Og fer í þessa hérna aðgjöf og þessi aðgjöf bara fer, bara með verskilyrði og skilar annarkvort fréttinni eða null, því ég nota single og default. Svo spyr ég bara, ef fréttin til, áður í uppfærana þá segi ég ef þetta til, takk eftir. Þá skal ég uppfæra allt sem að skrifa því, titil, texti og flokkur. Af því að þá ekki að þurfa að leyfa að breyta dagsetningunni. Þegar fréttin var stofnuð, þá verður bara til dagsetning. Og takkið eftir, þetta lykilatriði að kalla á, þetta breyta mín, kontekstið, að kalla á save changes. Ef ég kalla ekki á save changes, þá þessi skipun ekki kyrr. Þetta kannski, og svo annað, þetta ekki kannski endilega beint skilvirkt að gera þetta svona. Það verður miklu sniðugra að vera með sér aðgerð sem sér að vista. Af því að í ákveðnum tilfellum viljum við geta bætt við kannski 5, 6, 7, 8 fréttum í röð, uppfært 2 og fjarlægt einhverju einni eða eitthvað og svo vistað. Og þá þetta kyrrt allt saman í einni transaction. Og ég ætla ekki að fara neitt ánum til það, en þetta bara gert í einni færslu. Það bara ein skipun, kyrða grunninn, heldur, og þá erum við ekki að fara á einhverju lás í rosalega langan tíma og halda einhverju færslum lifandi og annað. Þetta bara, við ætlum bara dæla einhverju 5 færslum ofan í og svo kallum við save changes. Í staðins að vera bæta við færsla og vista, bæta, vista, skiljið. Þetta svolítið svona, svolítið það sem ég að meina, en þið munið skoða þetta nánar í gagnasafnsfræði. Spurningar svo far. Til að skjóta. Hérna sem að tala uppfæra færslur. Svolítið það sama.
Djúið á það fréttunum, þetta tafla eða þetta listi eða film eða... Nefnandi að spyrja, hvernig að birta þessar fréttir hérna? Nefnandi að spyrja, hvað ég að nota hérna, það markupið hérna undir. Hvað myndu þið halda að þetta væri? Þetta tafla? Þetta ekki tafla, það nokkuð? Þetta ekki bara listi? Ein færsla, 2, 3, ekki? Og skoða. Ok, ég skal vera næs. Ég að nota hérna bara div. Nota well. Ég að nota standard bootstrap hérna. Það getur gert þetta sem listaði vilji, sko. Það skiptir máli hér að ég að nota bara, ég ekki að nota neitt fancy. Ég að nota hérna svo kallega well. Þetta eitthvað svona, þeir eru mjög mikla ágjör á þessu útlitið, eða ekki? Þeir voru náttúrulega alveg hengt hérna í eitt verkefni, en ég að nota bootstrap.dot. Krafan í verkefninu að gera þetta svona svolítið svipa, bara eins mikið ekki. Það ætti ekki að vera erfitt. Við skoðum hérna, hvar hérna components. Þetta allt sem hér í boði fylgir stúdíónu, þannig að þið getur bara farið hérna og gramsa hérna og svona, well, sagði. Ég að nota þetta hér. Kemur svona grátt undir, takk eftir. Ég get verið með þessa og syntaxin bara svona. Þið búið til div og setjið þessa 2 klasa utan divið og þá verður þetta svona. Einfalt. Og svo gerir ég, þetta bara hlekkur, hann blár, þetta texti og ég að gera smá tricks hérna. Þetta eina sem þú ekki að skefa fyrir. Ég að nota hérna icon og bootstrap, glyph icon og textin kastað til hægri. Það getur, hann alveg lengst til hægri, alveg sama hvernig glukkin Og það til klasi sem gerir það fyrir okkur í bootstrap. Ok, með fleiri spurningar sem var það því sem við erum að skoða núna kannski, ekki verkefni. Nei, allt í lagi. Hvenær er tíminn búinn? Ok, flott, við náum að klára vonandi í dag. Ég ætla að reyna að byrja á strengjakaflanum, kannski ekki. Ok, að bæta við færslu, sömuleiðis, ég þarf ekki endilega að skoða það neitt nánar. Það bara, við búum til nýtt tilvik og við köllum á add aðgerð. Ég skal sýna ykkur hérna, sem við viljum búið til frétt. Kerum bara þetta aftur. Svona, þetta keyrandi. Þetta krafan að vera með takkana hjá okkur uppi. Þá birtið form, ég segi bara test og ég vel einhver flokk, ekki? Bara þetta í boðið, ekki? Og ít á save. Og hún efst af því hún nýjasta fréttin, takkið eftir. Það svona ákveðna kröfu, passa ykkur á svona smáatri. Hún ætti náttúrulega ekki að vera næst. Hún var búin til núna. Og ég smeta test og ég geta breytt þessari frétt aftur. Og byrju, ég ætla að sýna ykkur hérna eina fyrir enn. Hvað gerist hérna í create, maður sjá, og lókum þessu. Create að geta aðgerð, hún gerir ekkert annað en að skila tómu módeli, eða tómt tilvik og postaðgerðin tekur við fréttinni og vistar hann í grunninn. Og ég íti hér á save. Þetta ekki valið því ég valdi ekki að flokk, ég minni mig, já. Svona. Búin að velja flokk og þá þetta valið. Svo kalla ég á aðgerði ríbónum mínu sem heitir add news. Hvað gerir add news? Nota konteksti, .news til að velja í hvað töflu ég ætla að vista þetta náttúrulega. Ég kalla á add og sendi inn tilvik væntanlega og þetta tilvik þarf að vera þessu hérna tæja sjálfsögðu. Þess að news, datasettið okkar datasett af news item. Auðvitað. Og aftur, save changes. Ef ég kalla ekki að save changes þá mun ekki vistast. Við erum búin að skoða order by. Já, paging, svolítið skemmtileg. Oftast erum við með spurning. Já, þegar þú byggir nýja frétt. Já. Og núna fyrstu 10 fréttir. Hver þá sem neðsta frétti úr þessum lista? Já, það ekki. Þú vilt hafa þannig? Já. Nefnum að spyrja sko, ef með 10 fréttir og bæti við einni frétt, fer þá næst síðast elsta fréttin. Elsta fréttin ætti þá að hverfa. Ég sýndi ykkur hér, ég tek bara 10 fréttir. Þetta ein leið til að gera þetta, ekki? Svona. Þetta bara lína sem við þurfum, basically, sko. Það þarf að raða þessu og taka 10, það ekki? Ég að gefa upp bara hér og núna. Þannig að... Sáu þetta? Hvað segir þið? Eru hérna þá enda geimtar í database? Jú, það eru geimtar. Ég tek bara 10. Ég sæki bara 10 hérna, sjáðu. Ég segi bara raða fyrst. Ég vil auðvitað raða fyrst eða ekki. Ég vil raða nýjasta efst og svo gríp ég bara 10. Ekki? Hefur engan aðgang að þessu köflu? Jú.
Ég hef fullan aðgang hérna því ég segi hér. Nei, nákvæmlega. Það er lykilatriði. Við ætlum ekki að vera að senda alla fréttirnar framvindan og síða þetta þar, sko. Þá er að gera þetta rangt. Og vonandi næg að tala af hverju ég er að meina það þannig. Hvað er að meina með rangt? Því að við ætlum að tala um hérna svo kallað defer execution. En áður við gerum það, þá ætlum ég að sýna ykkur hérna bara lauslega. Þið getið bara að skoða þetta sjálf, en það eru til 2 aðgerðir í boði og það er einn sem heitir skip og við erum búin að skoða take. Og það sem skip gerir, þetta er svolítið augljóst að ekki, orðið skip. Það hoppar yfir, ef við erum með lista með 100 fréttum eða ekki, og ég segi skip 20, þá sleppum við fyrstu 20 fréttum eða ekki. Og sjáðu ekki hvernig þetta strax, ef ég segi skip, þá, ef ég er með kannski 100 fréttir og ég ætla að sýna 10 fréttir af hverju síðu. Og fyrst segi ég bara, herru, þú skal sleppa 0 og komdu með 10 fréttir. Og ég ít á næstu síðu, hvað gerir ég þá? Herru, þá skaldu sleppa 10 fréttum hérna og komdu með næstu 10. Ekki? Síða 3, þú mátt sleppa 10 viðbót, eða 10 sem 2, eða ekki? Og takk komdu með 10 viðbót. Og þetta er einfallega það sem aðgerðir að gera hér. Við erum bara hérna að vera að sýna hvernig við getum búið til fall sem tekur við síðunúmeri og hversu marga færslur eiga að vera hverju síðu og þá erum við komið með svo kallega paging. Ég ætla ekki að tími í þetta núna, þetta er ekki krafi verkefninu ykkar, en þetta er oft mjög mikið notað, þau munu eflaust nota þetta í 3 vikna. En að því mér langar frekar að tala um hérna þetta hér áður en tíminn er búinn. Join, þið þekkið join eitthvað ekki, hvernig þið joinið í SQL fyrirspurnir ekki, þið eru að joina 2 töflum, ekki. Það er alveg eins hægt að joina 2 töflum með svo kallega link og ég held að þetta hérna, þessi pínulítil síða hérna útskýrir þetta bara mjög vel. Þið þurfum ekki að joina í þessu verkefni, þetta er svona beyond the scope en ágætt að nefna þetta og ég hveti ykkur endilega til að skoða þetta líka. Þetta er hérna sýnir bara með 2 lista og hvernig þið vilt vensla þessum lista. Og þið munu eflaust nota þetta í næsta dæmatímaverkefninu ykkar, því þar er ég að biðja ykkur að vensla pínulítið. Og ég hef engar áhyggjur á ykkur, þetta er alveg ráða við það. Hérna til dæmis að, mjög einfalt, það er listi af customerum, listi af pöntunum og ég ætla að raða þessu saman. Ég ætla að vensla pantanirnar og viðskiptavinnuna og pantanirnar eða ekki á þessu ID. Hérna er augljóslega viðskiptamaður með 5, hann er Sam og hérna hefur Sam greinilega panta bók, eða ekki, þetta er svolítið augljóst. Þannig ég ætla að sækja ég ætla að vensla þessu saman, ég ætla að fara yfir hvert viðskiptavinn hérna hjá mér, en ég ætla að vensla við sína pantanir. Og þá er nota hérna bara orðið join. Þannig við segjum bara fyrir hvert, og þetta er bara link, fyrir hvert straki í customer, þá skalt þú joina hérna, og ég gefi þessu heiti, og í orders á CID. Þess að við segjum hérna það sem ID-ið í customer-töflunni er að sama á ID í pöntunni. Og hérna er hann að selekta og vera búið til nýtt tilvik sem heitir bara nafni og bara irrelevant. Þið getið pistað þessum kóða í konsóli hérna og sé þetta virka. Þetta er svolítið það sem þau eru að gera í næsta verkefni. Ég er að biðja ykkur að búa til console for it og ég gefi ykkur einfall sem þarf að keyra og ég er að biðja ykkur að skrifa ákveðna fyrirspurnir í link. Við skulum ekki hafa að gera því núna. Þau segir bara skilaverkefni ykkar. Það er nóg tími til að gera hitt. Deferred execution, það sem ég langaði að tala um. Og þá erum við svolítið, þá erum við bara búin með hana kafla og við tölum bara strengi á 5. Er að, þegar við erum að búa til svona fyrirspurnir eins og við gerðum með link eins og hér, við erum að segja hérna, við ætlum aðeins að svindla núna til að geta sýnt ykkur hérna, ég ætla að nýta mér hérna þennan glugga hér. Við ætlum að geta birta hérna fréttir og að sjá hvað er að gera svona niðri. Ætlum að, gerum bara svona. Segjum sem svo að ég er búin að sækja hérna result. Þetta er listi af fréttum eða ekki. Ég ætla að búa til annar result, 2. Ég ætla að segja hérna from bara S2 in result. Ég ætla að fara ekki um niðurstöðuna mína sem ég fekk á ofan eða ekki. Þá ætla ég að segja hérna order by,
S2. Kategóri, date created as, það var ekki descending. Select S2, svona ekki. Ég ætla að skila svo þessari hérna niðurstöðu og svo ætla ég að fara hérna framönda, þannig ég ætla að sleppa þessu hér. Því þetta svona leiðin til að sýna ykkur þetta og svo ætla ég að fara með þess að í viewið sjálf, þar sem gögnin eru birt. Það hér og við ætlum að stoppa hérna í forlíkjunni. Ok. Vonandi gengur þetta upp, smá tilraun hjá mér hérna. Þessu, inn í njúlslíbúið, við ætlum að stoppa hér. Við ætlum að keyra þessa aðgerð hér. Svona. Það sem ég langar að sýna ykkur er að það er til annað skil sem heitir iQueryable og það er sem bókin talar Og þessi iQueryable aðgerð er svona interface, bara alveg svo iNumerable. Og það leyfir okkur að ef við erum að vinna með svona iQueryable object, þá er það svona, hvað maður að segja, það rétta íslenska orðin, en þá er allavega queryið, þegar þetta er svona iQueryable, þá verður queryið fyrirspurnin seinkuð, alveg þangað til við þurfum actually að nota gögnin. Og þetta getur verið mjög powerful, vegna þess að við getum verið að gera alls konar fyrirspurnir og við framkomum eina fyrirspurn út í gagnagrunni. Ég skal sýna ykkur þetta. Núna ítti ég fór fyrirspurnin á stað og ég ætla að sækja allar þessar fréttir. Og segjum ég sé að gera einhverja flóknar aðgerðið og ég sæki lista fréttum. Og voru þetta eitthvað lengi núna. Svona. Og vegna þess að ég held að link, þegar við erum að vinna með link to entities, þá skilur það iQueryable. Þannig að þetta sem er hér er þetta ekki iQueryable. Ok, hún kemur not evaluated. Ok, hérna. Hún er ekki búin að keyra þessari fyrirspurn, takk eftir. Þetta skilar iQueryable. Hvað sjáu þið hérna í þessu boxi hérna? Hvað er þetta hérna? Þetta er ekki svona familiar. Þetta byrjar á hvað? Select. Þetta er SQL fyrirspurn sem er auto-generated út frá því sem við skrifum. Og það er ekki búið að kalla á gagnagrunni, það er ekki búið að sækja gögnin fyrir mig. Þannig ég get farið hérna og sagt núna ætla ég að raða þessu eftir dagsetningu og þá er búið til önnur fyrirspurn fyrir mig. Svo. Það er erfitt að sjá þetta. Hvað er hún? Þetta er ekki svona leiðileg. Hérna. Og það er augljóst að þessi hérna fyrirspurn, sjáðu endan lengst til hægri. Núna er búið að bæta við order by. Og ég get haldið svona áfram. Ég get gert alls konar með þetta. Ég er að senda þetta yfir í viewið mitt og svona. Og hérna er forlíkjan. Og það er ekki ennþá búið að sækja þessu gögn. Það er ekki fyrir að ég þarf actually að fá aðgang að einhvað þessu stökum eins og núna, fyrsta ítrunni í þessari lúpu. Ég segi bara for each model. Núna er þessi aðgerð keyrð og við skoðum mótilið okkar. Come on, býtu, nei. Núna, af því núna þarfum að sækja title, sjáu þið. Við ætlum að skoða eitt stak og við ætlum að skoða titilinn á þessu staki. Og ég held að núna séum búin að... Býtu. Oh my god, þetta er eitthvað böggað. En núna allavega erum við komið með eintökinn í hendunar. Ég ætla að sýna ykkur þetta í console forrit en... Anyways, en skiljið hvert er að fara? Þessu er alveg senkað, alveg þangað til við þurfum að vinna með gögnin. Það er pointið. Þetta er rosa powerful. Ef við erum að vinna, við erum að útfæra einhverja flókna aðgerð, þá þurfum við ekki alltaf að sækja hlutina og svo sækja það aftur, skiljið. Segjum eins og að ég væri hérna að vinna þessu repo. Þetta er náttúrulega mjög dummy dæmi, skiljið. Þetta er bara 4 fréttir, þetta tekur enga stund, skiljið. En stundu erum að gera flókna hluti og þá skiptir það máli. Erum einhverja spurningar svo far? Takk. Já. Já. Ok, góð spurning. Skulum fara tilbaka. Það er svolítið svona different sequence líka. Við skulum bakka með þetta hérna. Það er bara svona til að sýna ykkur hvað ég á við með að við getum. Ekki svona, ok, fínt. Svo fyrir við tilbaka hér og hérna vorum við með svona. Þetta ekki með það. Sjáu þið. Og model og við segjum news
Svona. Það með þetta hér. Já, ég meina að þú tókst yfirbæði tímans. Já. Ég tók order by, en það meikar ekkert sens að vera að raða. Kannski það einhver önnur aðgerð að fá fréttina að raða þér í öfri röð, ekki? Þannig ég vil ekkert vera að þvinga þess þetta að vera að gera, þetta rýbúið mitt. Hann á bara að skila fréttunum til mín og ég geri bara eitthvað með þessar fréttir hér. Og þess vegna fari ég það upp. Og svo hérna alltaf í okkar verkefni, þá þessi aðgerð, tiltekin aðgerð, það krafið þessari aðgerð að hún skili fréttunum í ákveðnu röð og bara 10 eintök ekki. Og þá ger ég það bara hér. Og þetta enn og aftur iQueryable sem við erum að vinna með, þannig að hún mun ekki skila tökum þetta burt, gerum þetta aftur, kóðinn, svona. Þannig hún mun hérna sækja þessar fréttir hérna og þetta bara fyrirspurn. Stúdíó eitthvað voða delayed núna, hún á að sýna núna fyrirspurn hér. Ok, sjá, gerum watch. Það bara eitthvað leiðileg. Hvað það? Tekur smá tíma að koma í það. Það select skipurinn og núna ég segi order by og take, þannig að það sem gerist núna að það bætt við, það til eða ekki take eða top eða ekki í SQL eða ekki. Það fá ákveðin fjölda færslan ekki, þannig að það sem við gerum hér náttúrulega að raða fyrst eða ekki. Þannig skiptir máli að gera þetta í réttu röð. Ef ég take 10 og raða svo, þá þetta vitlaust eða ekki. Og hérna önnur fyrirspurn búin til. Ég ætla ekki að vera að sýna þetta. Ég skil ekki hvert að fara, ég var að sýna þetta á. Þetta tekur mjög langan tíma að kikka inn. Eða kannski ég að gera eitthvað vitlaust, ég veit það ekki. Getur verið. Og svo hérna, og þau skilja yfir viewið og hún skilja tilbaka. Svarar þetta spurningunni? Ég ætla að sýna ykkur eitt viðbót. Og það annað triks. Passið ykkur á því. Stundum eru menn svolítið mikið að vinna með lista og kasta bara alltaf hlutunum bara yfir í lista. Svona. Segja bara to list. Svona. Hvað haldið að to list gerir? To list sækir, keyrir fyrirspurnina. Ég að kasta þessi yfir í lista og til þess að kasta þessu hlutum þá þarf ég að fá öll stökin tilbaka til að vita hvað sem stökin með og svo framvegis. Og þá actually fyrirspurning keyrð. Ég ekki lengur með iQueryable í hendurnar. Og ég skoða news, þá sjáum við hérna 4 eintök. Þá komið 4 tilvik á 4 fréttir hérna í þessu safni. Og þetta kannski eitthvað sem við viljum stundum gera, en stundum ekki. Og í þessu tilfelli var þetta gert snemma, eða ekki? Því ég átti eftir að raða þessu og sækja 10. Það má hugsa það þannig. Á fimmtudaginn ætlum við að fjalla strengjavinnslu. Ég var búin að gleyma þessi kafli kæmi ég með. Við erum búin að skoða þetta svolítið vel. Ég verið að tala strengi svona hér og þar, þannig að ætti að vera frekar þægilegt fyrir okkur að rúla hana kafla. Gangi ykkur vel.